Hæ, ég heiti Eitham Ég heiti Þráinn. og við ætlum að kynna 5 hugtök í efnafræði. Og fyrsta hugtakið er takmarkandi efni og á ensku er það limiting reagent. Og já, takmarkandi efni er sem sagt þegar tveir efni að reyna að blanda saman og búa til eitthvað og einn af þeirra skilur klárast og þá er það kallað takmarkandi efni. Og þá hættir ferli. Og hérna er ég með dæmi eins og við verðum með 10 breiðsneiðar og 4 ostasneiðar og þá getum við bara búið til 4 samlokur og út á osturinn klárast þá veitum við að osturinn er takmarkandi efni. Það er hérna með hugtak nr. 2 sem er ógnótt og enskt orðið yfir þetta er excess reagent og ógnótt er sem sagt hugtak sem þýðir að þú veist þegar ferlið er búið þá er einhver efni sem er of mikið af og verður eftir og klárast ekki sem sagt. Það er alveg eins með samlokudæmi hérna þegar osturinn kláraðist en brauðið var eftir og þá gera það klyft að brauðið er ofgnótt sem lætur okkur vita að brauðið var of mikið af því skilur. Hérna er með 3 hugtaki sem mólstyrkur og enska orðið yfir þetta er concentration. Og sem sagt, mólstyrkur segir okkur hversu mikið magn af efni er í miklu magni af vökva. Og hérna erum við með formúlu og mólstyrkur sama sem massi af mól og til að reikna úr svona dæmum þá notum við þessi 2 þríhyrningar hérna. Og í með eitt dæmi hérna sem segir ef við setjum 1 mól af salti í 1 lítur af vatni þá er lausnin fáum við emmi-lausn. Þá erum við með leysingu eða dissolving eins og kallar það á ensku og það er bara þegar eitt efni fer í annað efni og leysist upp og verður á sama efninu. Sem sagt hérna erum við með borsalt og það fer í vatn og leysist upp og verður á sama efninu. Og hérna sé efnaformúla á því þar sem þetta er Na plus og Ce mínus. Það erum við með þynningu eða dilution eins og það heitir á ensku og það er bara þegar við setjum vatn inn í eitthvað efni til að minnka mólstyrkinn og það er léttara að lesa úr því. Eins og hérna erum við bara venjulega teikni og ef við setjum vatn inn í það þá minnkar mólstyrkurinn og þá þynnist það út og það verður léttara að lesa út því. Takk fyrir okkur. Já, takk fyrir okkur.